Já, við hjá Hagfræðideild Landsbankans, við höldum að fasteignaverðið haldi áfram að hækka á næstu 3 árum, álíka á það höfum gert síðustu ár. Við höfum oft spáð töluvert miklum hækkunum og það hefur alltaf ræst. Þannig að við reiknum með því að fasteignaverðið hækki 10% á þessu ári og 8% næstu 2 ár, sem álíka á verið hefur og það náttúrulega þannig í samfélaginu að það margt sem ýtir undir verðhækkanir akkurat í augnablikinu. Kaupmátturinn sem skiptir verulegu máli í þessu sambandi, hann hefur aukist mjög mikið þannig að heimilin hafa það betra, skuldir heimila hafa líka lækkað þannig að heimilin ráða betur við þetta og síðan, og þetta ýtir undir verðhækkanir og síðan náttúrulega staðan sú hvað varðar þessa þætti, framboð og eftirspurn, að eftirspurnin miklu meiri heldur en framboði. Það ekki byggt nógu mikið, það hefur horfið töluvert af húsum og íbúðum í útleigu, bæði til einstaklinga og ferðamanna, þannig að þessi hefðbundni fasteignamarkaður eins og við þekkjum hann, það hefur verið vegið svolítið á honum, hann hefur minnkað aðeins svona hlutfallslega. Þannig að þetta heldur svona áfram. Það sem líka að gerast núna það að það verður svona breyting á. Við höfum séð mest eftirspurn eftir íbúðum, sérstaklega litlum íbúðum, þær eru bara ekki mikið til og það þýðir það að þegar að kaupgetan eykst hjá ákveðnum hópum, þá fer fólk að huga því að kaupa meira af húsum, einbýlishúsum, raðhúsum og það þýðir að verðið á þeim hefur hækkað og eins og staðin núna þá hefur sérbýlið eins og við köllum þá það hækka meira heldur en fjölbýlið síðasta árið. Vandamálið í þessu eins og við höfum séð í svolítið langan tíma að það mjög erfitt fyrir ungt fólk, fyrir tekjulágt fólk að komast inn vegna þess að það töluverð krafa það að fólk eigi eitthvað. Lánastofnarnir lána helst ekki peninga nema þær hafi nokkuð góða vissu að það verði borgað tilbaka og það kemur mjög illa við ungt fólk og tekjulágt fólk og það svona vandamál sem í raun og veru verið að reyna að byrja að vinna með því að auka byggingar á leiguhúsnæði og líka félagslegu leiguhúsnæði.